Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, nú erum við komin í akstursíþróttirnar. Já, staðan er þá 1-2 fyrir KR í Pepsi til karla þegar 89 mínútur liðnar af leiknum. Nú það, framundan er síðasta umferðin í rallycrossi og já, línunni er komið með hana Berglindi Bjarnadóttur, mótstjóra, kontu blessuð og sæl. Sæl þessi. Hvernig hefur það? Ég er bara mjög hress. Já, já, það er nú heldur betur veistlega, það ekki bara í Hafnarfirði núna á sunnudaginn? Jú, ekkert smá sko. Það er síðasta umferð í Íslandsmótinu og það er verið að berjast senastu stigin sko. Já, keppnin hún er búin að vera jöfn í ár? Já, í sömu flokkum. Það er alveg barátta fyrstu sætin í flestum flokkum held ég. Já, kannski fyrir almenna hlustanda svo ég byrja að spyrja, já, rallycrossið, hvernig er það öðruvísi en eins og venjulegt rally? Já, það er svo að þetta er svona akstursleikni íþrótt, það sem sér útbúnir bílar keppa á lokaðri braut sem er svona, hún er 1 kilometer held ég að lengd og samansett af malbökum og malaköflum. Og bílarnir keyra þarna í 3 hít og úrslit og þetta er svona, þú getur fylgst með allan tíman annað en í rallyinu. Þannig að þetta er allt ón í manni svona. Já, þú sér allan hasinu, þú missir ekki neinu sko. Nei, nákvæmlega. Og já, þetta er allan að síðast fyrir þetta skipti í ykkur að flokka eða ekki? Jú, það er keppt núna í 4 flokkum, við keppum í úlingaflokki, svo í 2000 flokki og 4x4 krónuflokk og opinflokkur. Þannig að það ættu allir að geta fundið eitthvað sitt hæfi. Já. Er ykkur sérstakir bílar sem eru algengar en aðrir, eða svona sérstak bílategund algengar en aðrir í þessum keppnum? Fyrir nokkrum árum var Honda Civic alveg lang algengust, en það er meira farið að vera í Toyotum og Subarum núna líka, sko. Það er meiri fjölbreytni. En já, keppnin í sumar, það er búið að vera já, þó nokkuð að keppendum í sumar? Já, maður getur alveg sagt að sé töluvert vera að fjölga í öllum flokkum og það kannski sérstaklega úlingaflokknum. Hann er alveg að fara hratt vaxandi, alveg úr kannski einum bíl og núna er alveg upp í 7-8 bílar að keppa. Þannig að það er alveg greinilega vaxandi sport. Og já, náttúrulega í kringu svona keppni þá er væntanlega já, svona mikill og góður undirbúningur sem þið þarf? Jú, bæði bara fyrir alla sko. Það er samt alveg aðalsporti held ég hjá þessum keppendum að gera ekki bílana til fyrir svona kannski 2 kvöldum fyrir keppni, þannig að það sé svona andvöku nú. Já. Fyrir keppnistag. Nákvæmlega. Þannig að þú mælir með því það ekki að móti hefst klukkan 1 eða ekki á sunnudag næsta? Já, móti hefst klukkan 1 og það er 1000 krónur inn en það er frítt fyrir 12 ára yngri og bara ekki, það er barátta á sunnudaginn, ef það verða einhverja veltur þá er það á þessum degi sko. Já, það verður náttúrulega ekkert gefið eftir. Nei, alls ekki sko. Bílarnir eru svolítið það ekki svona ón í hver öðrum og þetta er svona nettur hringur sem er verið að taka þarna í Hafnarfirðinum. Já, þeir eru mjög þéttir, sérstaklega þessi fremstu bílar og það eru svolítið snertingar og svona, þá bara þegar fólki gleymir sér í Hafnarfirðinum þá gera hlutanir sko. Já, nákvæmlega. Já, hvað kemur til að þú ert já, svona í mótarstjórn og fleira, hefur alltaf haft gaman að rallycrossinu? Já, bræður mínu hafa verið að keppa í þessu og eldri bróður minn byrjaði fyrst fyrir 6 árum og þá var ég dregin út sem sjálfbæðli og síðan breyttist það bara yfir það að vera í keppnistjórn. Já, nákvæmlega. Og það þóri náttúrulega enginn að láta þig heyra, eru bræðurnir þá að öskra á þig? Nei, þeir þóri ekki mig sko, það er ekki sens. Nei, nákvæmlega. Berglind Bjarnadóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma, já, hvenær mælirðu með að fólk mæti? Bara strax klukkan 1 eða fólk að vera mætt fyrr? Bara rétt fyrir 1 og síðan er náttúrulega sjoppa á staðnum og klósett, þannig að bara mæti hvenær þau viljið. Mæting hjá keppendum er klukkan 10, þannig að það er eitthvað að vera allan tíma. Berglind, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Þetta og allt annað upplýsingar á Facebook meðal annars, þar er hægt að finna hvað 5. umferð Íslandsmótsins í rallycross. Einmitt, og síðan er líka hægt að skoða
bara RCA Facebook síðan okkar Rallycross deild IH, það hægt að finna fullt af upplýsingum. Já, RCA. Já. Já, RCA Rallycross deild IH. Þarna ekki, takk hérlega fyrir. Takk fyrir mig. Já, mótið hefst á sunnudaginn klukkan 1 og það er að gera að mæta því að þarna mun vera krýndur Íslandsmeistari þetta árið 2016. Sunnudaginn komir næsta. Og já, mótið hefst klukkan 1, afgangseyri 1000 krónur frítt inn fyrir 12 ára yngri, þetta er náttúrulega ekki neitt á svona alvöru sport. En nú það í bili, við ætlum að næst að fara aðeins í körfuknattleik og á línuna verður hann Ingi Þór Steinþórsson, körfuknattist þjálfari. Það er mikið framundan hjá honum en hann er þjálfaði mitt Snæfell og fullum undirbúningi þar í kalla og kvenna. En núna á föstudaginn næstkomandi þá er frábært kvöld í íþróttahúsinu í Keflavík þar sem að meðal annars A-landslið karla og kvenna munu mæta pressuliðum og gamlar og nýja byssur munu berjast í 3 stiga keppni og Páll Óskar tekur lagið og uppboð á treyjum og fleira. Ingi Þór segir okkur meira frá þessu hér innan skams. Farið ekki langt, sportþátturinn með ykkur hérna til klukkan 10:30 í kvöld. On the fast lane of the street I'm driving. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM.